Kristrún Frosta, velkomin í 24/7. Þú ert hagfræðingur og frambjóðandi Samfylkingarinnar. Og ég á mágkona mín búin að vera að biðja mig að fá þig mjög lengi í þáttinn. Já, ok. Og eftir ég kynnti mér því, þá var ég alltaf spenntari, sko. Já. Þannig að bara velkomin. Takk fyrir það. Ég mun segja svona aðeins frá þessu, þannig ég bara pæli að við bara dempum okkur í þetta. Já, endilega. Þá það fyrsta sem botnaði þetta. Efnahagsmál eru. Efnahagsmál eru bara mannréttindamál og samfélagsmál. Efnahagsmál eru oft svona færði einhvern ramma, þau snúist bara fjármál og viðskiptalífið. Og mér þekkt ef að til dæmis situr í hagfræði, svona gamaldags hagfræði tíma, þá einhvern veginn oft talað svona hluti í hagfræði og efnahagsmálum eins og það sé ekki fólk, sko, baku allas hluti. Þannig að fyrir mér eru efnahagsmál bara samfélagsmál. Og í rauninni það sem áhugavert við efnahagsmálafræði einmitt þetta snýst bara fólk og hvernig fólk hagar sér og hvað fólk gerir. Og þess vegna einmitt þurfa efnahagsmálun og efnahagsmálaumræðan, hún þarf að þróast með samfélaginu því við erum að breytast sem einstaklingar. En oft hefur efnahagsmálaumræðan til dæmis verið svolítið eftir á, hvað henta fólkinu. Þannig að þetta var útrúlega góð fyrsta spurning. Nú hausinn á mig bara... Það bara opnast. Já. Ok, og það einmitt sko, ekki mikil sálfræði á bakvið efnahagsmál? Jú, mjög mikil sálfræði. Sko, ef við tölum bara markaði í heild, sko, eins og fjármálmarkaði og viðskipti, þau eru náttúrulega, viðskiptir oft drifin áfram bara væntingum hvað muni gerast. Og þarf ekkert endilega alltaf að vera undirliggjandi einhverju svona grunn ástæði fyrir því. En það mjög þekkt fyrirbrigði til dæmis í hagfræði að allir svona misbrestir á markaði, það að eitthvað gerist öðruvísi en var búið að spá fyrir eru út af bara mannlegum þáttum. Og það sem eiginlega áhugaverðast í hagfræði og efnahagsmálafræðum í dag þessi mannlegi þáttur, þessi tregða. Þú veist, það að fólk ekki alltaf rökrétt. Skilju, og hvað það að vera rökrétt? Fólk hefur, þú veist, það eru tilfinningar sem að stýra þig líka á ákvarðanatöku þeirra. Til dæmis það ekki allir sem taka ákvarðanu bara út frá verði og peningum, skilji. Það alls konar aðrir þættir sem erfitt að verðmeta. Hlutir breytast hægar en við höldum, þú veist. Það oft talað að það sé eitthvað samband á milli magns og gæða og verðlags og þess að þar. En svo bara í raunveruleikanum þá tekur tíma að breyta verðin á matseðlinum og það tekur tíma að breyta launakostnað öll þessum hlutum. Þannig að mannlegi þátturinn einmitt það sem svo áhugavert við efnahagsmálafræðin og það oft talað bara hagkerfið, þegar við erum að tala ríkisfjármál og allast þætti, eins og þetta sé ekki bara fólk, sko. Og þetta það sem að mér þykir svo áhugavert til dæmis í pólitíkinu, ástæðan fyrir ég ákvað að fara inn á þetta svið, að það oft verið að skilja efnahagsmálaumræðinu svolítið frá stjórnmálunum, eins og það sé, það sé alltaf svona 100% fræðilegu bakgrunnur á bakvið allt, eitthvað sé rétt eða rangt í efnahagsmálum, þegar staðreyndin svo að pólitíkin, hún hefur bara heilmikil áhrif á hvers konar efnahagslíf við viljum, þú veist, hversu jafnt viljum við að samfélagið sé, hvað finnst okkur sanngjarnt og þess áttar. Þannig að þetta bara miklu flóknari fræðigrein en svo að hún sé bara einu sviði og það það sem skemmtilegt við efnahagsmál. Grípur þá oft sko fólk þegar tala kannski við þig ákveðu og hefur tilfinningu fyrir ákveðnu og þú getur vísað í einhverja tölur. Já. Grípur oft fólk og spyrir þú veist hvað á bakvið það við þá sem hefur að skoðun og svo framvegis. Já, ég meina sko það reyndar svolítið þekkt og hefur kannski verið svona síðustu áratugum þessi ofurtrú á tölur og markaðin og þá ég ekki að segja að þú veist að tölurnar skipta ekki máli. Það sem hefur kannski gengið vel í mínu tilviki þegar kemur að tala efnahagsmál af því ég kann tölurnar, ég kann að reikna minnir á hlutina, þá get ég líka sagt, herðu, en sko eigum við verið að gera þetta vegna þess að við getum reiknað okkur niður á það eða vegna þess að það rétt að gera þetta. Skilju, af því að það oft til dæmis í svona það sem ég staðsett í pólitíkinni, svona vinstra við miðju, þeir flokkar fá oft svona þá gagnrýni á sig að þú veist, þeir kunni ekki að reikna og fara með peninga og sé bara með eitthvað svona útópíska sýn heiminn, skilju. Þá er svo gott að geta komið inn og sagt, herðu,
við erum búin að reikna þetta út, en þetta samt ekki ástæðan fyrir við eigum að gera þetta, þú veist. Ástæðan fyrir við eigum að gera þetta er verið að þetta er það sem er rétt. Okkur finnst vera rétt og þetta er svona, mun leiða sér niðurstöðu sem að okkur finnst jákvæð fyrir samfélagið, vegna þess að við tölum oft markaðslausnir, efnahagsmálalausnir og þá svona, kannski svona hinn frjálsa markað, eins og það sé eitthvað sem er bara svona komið að ofan. Svo við höfum bara, Guð hafi skapað heiminn og markaðina. Og allar niðurstöður á markaði séu bara hlutlausar og það sé engin afstæða tekin þegar eitthvað verð myndast á markaði eða við útlutum gæðum að einhverjum hætti, sem er bara alveg alrátt. Vegna þess að það sem að gerir markaðshagkerfið og efnahagskerfið okkar að því sem það er í dag er opinber rammi. Það er einhverjar reglur, þú veist, það er eftirlit, það er neytendavernd, þú veist, það er reglur á verðbréfamarkaði, það er reglur í atvinnurekstri. Þau hagkerfi í heiminum þar sem eru veikustu undirstöðunar og þau hagkerfi þar sem opinberar stofnanir eru mjög lélegar, innviðir eru lélegir. Þannig að það eru við sem búum til kerfið okkar og niðurstöðunar eru ekkert hlutlausar. Þar eru fallað eitthvað ákvarðanatöku í pólitíkinni og eitthvað sem við gerum. Þannig að það er mikill tendens í efnahagsmálum að oft segja, herðu, þú veist, bara segðu mig bara réttu niðurstöðuna. Hvað er bara, þú veist, þú ert maður að reikna þetta niður og hvað er hlutlausa niðurstöðan við bara gerum það. Og þetta er bara ekki svona einfalt. Auðvitað vil ég geta sagt að, þú veist, þetta sé góð hagstjórn og þetta skili, þú veist, hagkerfinu á réttan stað. En það er bara svo margt líka í hagstjórn sem við vitum ekkert og kannski hafa ekkert verið að segja þetta upp átt. En þetta er samt staðreyndin, þú veist, bestu hagfræðingar í dag muni segja þér, herðu, við erum bara að reyna að gera okkar besta. Það sem við höldum að sé besta hagstjórnarpólitíkin er að sinna fólkinu, styðja fólk, styðja velferðarkerfi, vera bara með svona góða policy á flestum sviðum og hitt kemur, skilur. En ef ætlar alltaf að vera targetið miða á bara hagvöxt eða eitthvað eina tölu, þá gleymur algjörlega stóru myndinni. Þannig að ég hef í seinni tíð svona fæst aðeins í meira í þá átt að sko, ég vil nota hana grunn, ég geti reiknað með hennar alls konar hluti, ég hef mjög mikla þekking og fjármála innviðum, hvernig fjármagnflæðir kerfið, en það sem að drífur mig áfram, þú veist, í daglegu lífi ástæðan fyrir ég fór í pólitík, er að ég hef ykkur að sýn fyrir samfélagið. Ekki af því að ég vilji bara eitthvað stýra því og vera einráð, heldur bara að vinna að mér finnst svona þessi félagslega þáttur skipta máli. Og svo vill bara svo skemmtilega til að það eru margar rannsóknir sem kom út í dag sem segja að þessi félagslega sýn, hún sé góð fyrir tekjuvöxt, sé góð fyrir hagvöxt, sé góð fyrir samkennd og bara lífsgæði fólks. Þannig að þú veist, þá svona svolítið lokast hringurinn í tengslu við það. Hvað þekkt þið til að taka stökkið frá fjármálageiranum í pólitíkina? Í pólitíkina? Það var svo sem ekkert einn hlutur. Það voru rosalega margir sem held að þetta hefði verið eitthvað rosalegt masterplan hjá mér. Ég hefði verið svona svolítið virk í fjölmiðlum það hefði verið í fyrra, þegar COVID byrjaði. Þá var ég búin að vera að vinna í banka heima og ég hefði verið líka að vinna svona í greiningu í banka líka erlendis. Og ég hélt aldrei að ég myndi lenda í svona annarri fjármálakreppu eins og 2008. Ég semst byrjaði í hagfræði haustið 2008 þegar fjármálakreppan var þá og allt mitt nám og öll minn störf síðan þá hafa verið undir rosalegum áhrifum af því. Og ég hef aldrei verið einhvern veginn inn í þeim hugsunarhætti að það séu engin svona brestir í kerfinu eða tregða það, af því það er svo mikil gerjun sem átti þessi stað í efnahagsmálum eftir það. Og svo verða mörguleiti bara tilviljun að ég endaði í greiningu í bankakerfinu og þess aftar, en svo átti þessi stað bara svona að einhverju leiti ákveðu svona rof hjá mér í fyrra þegar COVID skalla á. Vegna þess að ég átti bara rosalega erfitt með að skilja svona fyrstu viðbröðun hjá stjórnvöldum þar sem að var tregða til dæmis að styðja betur við fólk og fyrirtæki. Vegna þess að mér fannst þetta vera svo mikið svona þetta var svona ekta ástand sem áttum að samtryggja okkur út úr. Það er bara náttúruhamfarir, þú ert bara rangur maður á röngum tíma í rangri atvinnugrein, þú ert bara að vera að gera allt þitt rétt og svo bara ákveða stjórnvöld að loka dyrunum inn á veitingastæðin eða inn í landið eða inn á skemmtistæðin eða fyrirtæki sem múst að reka eða líkansrættina. Og
þú veist, á sama tíma ertu með hópin, risastóran hópa fólki sem gat bara unni heima hjá sér, var eða bara svona smá kósí, þú veist, við aðeins meira með börnunum og svona, þó þetta hafi verið erfið tíma fyrir marga. Og mér fannst þetta bara svo sjálfgefið. Og þá áttaði ég mig á því, þú veist, hvað þetta var ríkt í mér, þú veist, þessi samkennd. Og ég var auðvitað alltaf að reyna að selja þetta út frá þeirri sko sjónarmiði því ég var að tala fyrir því að við þurftum að sjá meiri aðgerðir, stiða betur, bæði við lítið fyrirtæki og einstaklinga. Þetta var auðvitað hagstjórnarmál, skilur. Ég hefði áhyggjur af því að botnin myndi dett úr hagkerfinu, að því myndi missa fólki atvinnuleysi og það myndi, þú veist, svona hafa snjóboltaáhrif út í hagkerfið. En mér fannst þetta bara svo gífurlega óréttlátt. Og ég skrifaði margar greinar, þetta var með greiningar sem að svona flutu víða til viðskiptavina sem að ég var með í bankanum og þetta byrjaði svona svolítið að fréttast út og ég bara skrifaði og maður var náttúrulega mikið heima og gæti ekki verið á fundi með viðskiptavinum og svona og þetta byrjaði bara að vekja svona athygli og ég fyrir fjölmiðla enda í kastljósin út af einhverjum ferðaþjónustu umræðu og svo út af fasteignamarkaðnum, hvað er að gerast á fasteignamarkaði og ég fann bara á einhverjum tímapunkti að ég var orðin svolítið bara, ég var bara komin út fyrir mitt starfsvið. Þú veist, ég var ráðin til þess að vera hagfræðingur í banka og mér fannst allar meina greiningar alveg passa 100% inn í það, en þess að þú veist, tilgangurinn í bankanum var að greina efnahagslífið, vita, þú veist, hvað var að fara að styrkja það og hvernig hinn og þessir þættir myndu þróast í hagkerfinu. En ég var alltaf miklu meira drifin áfram af svona samfélagssögunni en nokkuð tíman peningum. Það var alltaf mitt vandamál þegar ég var í fjármálageranum. Að þó ég hafi alveg verið með góðar hugmyndir og þar hafi nýst stundum í ákveðnar viðskiptahugmyndir. Og það er alltaf gaman að gera eitthvað nýtt og hjálpa fyrirtæki að vaksa og þróa sig og einstaklingum. Þá var þetta ekki svona minn drifkraftur. Og ég held að svona þegar leið á ári að það áttaði mig á því, herðu, nú þarf ég mögulega að fara svona aðeins að bakka, aðeins að refókusa, fara aftur í svona mitt starfsvið og kannski ekki vera að fjalla eins mikið svona breið efnahagsmál eða kannski fer ég bara að gera eitthvað annað. Og á þeim tímapunkti var hópur af fólki búin að hafa samband við mig svona í gegnum haustið en svona ekkert alvarlega fyrir svona í nóvember, desember hvort ég vildi koma í framboð fyrir Samfylkinguna. Og að það væri svona prófkjör eða svona könnun sem átti að eiga sér stað í desember þar sem að flokksmenn myndu kjósa nokkra aðila á lista. Og Samfylkingin hefur verið með mjög öfluga unglingahreyfingu sem svona sem sagt fólk undir 35 sem að ég fell í, þannig að ég er bara 33 ára. Og þau voru svo ótrúlega áhugasöm að fá mig með og ég hafði, þú veist, þetta er svo sem mín pólitísku skoðun hefur alltaf verið, ég hef verið svona það sem að Íslendingar kalla jafnaðarmenn eða sósíaldemókrata eins og er í rauninni bara leiðandi í öllum ríkisstjórnum á Norðurlöndum og er með systurflokk til dæmis í demókrataflokknum og trúa svona á samspil einkageirans og opinbera geirans og þess að það en ég hafi kannski ekki verið í stöðu til þess að vera opinberlega í neinn pólitísku starfi, þannig að ég var alltaf í svona sjálfstæðum greiningum. Og ég tók bara stökki þarna á okkur einum eftirmiddegi, þannig að ég áttaði mig á því, herðu, núna á ég eitthvað svona smá momentum í umræðinni, mér líður vel þess að ég er að tala ég finnst að skipta máli, ég þarf mögulega að bakka ef ég held áfram í vinnunni og svona kannski hætta að skipta mér af, þú veist, svona samfélagslegu hliðin á málum og fara aðeins meir í svona hardcore finance, sko. Eða ég get bara tekið stökkið og farið að gera eitthvað annað. Og ég bara gerði það. Og ég velti þessu ekkert rosalega mikið fyrir mér. Ég skal alveg segja það. Og ég hefði aldrei trúað því, þú veist, að ég væri það sem ég er í dag, að ég hefði fengið svona mikil viðbrögð og svona mikla athygli fyrir það sem ég er að segja. Auðvitað vissi ég hefði eitthvað fram að færa, ég hefði alveg trúað sjálfur mig, skilji. En stundum bara einhvern veginn, þú veist, ertu réttum maður á réttum tíma og það er einhver eftirspurn eftir einhverju. En ég var ekkert búin að plana neitt að þessu. Nei. Þetta bara einhvern veginn gerist allt saman mjög náttúrulega. En mér líður ofboðslega vel í þessu hlutverki. Vegna þess að í fyrsta skipti í langan tíma get ég bara sagt nákvæmlega það sem ég finnst. Og það er ótrúlega góð tilfinning og það er rosalega forréttindi. Það er ekki sjálfgefið að vera í þeirri stöðu. Þetta er bara mjög ánægð með þetta. Hvaða bók er átt mest áhrif á þig? Og hvað lærður af henni?
Hvaða bók? Það nú svo margar áhugaverðar bækur sem maður hefur lesið í gegnum tíðina. Ég reyndar að lesa mjög mikið bara af svona skáldsögum, sko. Þegar ég les á kvöldin, þá ég að því að hausinn á mig með rosalega svona, ég er með mjög virkan haus. Okay. Þannig því ég fer að sofa kvöldin. Ég get helst ekki gert neitt eftir svona 8 og 9 kvöldin. Þannig að það bara á ég svo erfitt með að slökka á mér. En ég er mjög gaman af bókum sem eru með svona bara mjög sterkar persónur. Það ekkert mikið að gerast í þeim. Okay. Ég lesa endar mjög mikið á ensku og svona stundum hálfpartin skammast mér fyrir það, en mér finnst það gott að lesa með Kindle upp í rúmi. Þá getur maður bara svona leið á hliðina, þannig að hafa áhrif á mann. Það var einn góð bók sem heitir The Most Fun We've Ever Had, sem svona saga í rauninni bara fjölskyldu tengsl og svona samfélagstengsl eftir Claire Lombard. Ég hef nefnilega rosalega gaman bara af fólki og að velta svona fyrir mér samskiptum við fólk, sko. Ég maður kannski ekki að segja þetta sjálf að segja, ég er mjög svona tilfinninganæm manneskja og ég er líka mjög svona pikki á það hvernig ég umgengst, sko. Ef að þú lætur mér ekki líða vel, þá eiginlega bara svona hætti ég umgangast þig. Ég vil að lært það með góð og illu í gegnum tíðina og þessi bók svolítið fjallar svona persónuleg samskipti fjölskyldu og svona hvernig fólk vex í sundur og saman. En svo nýleg bók sem ég las sem að hafði mjög mikil áhrif á mig, tengslu það sem við vorum að ræða áðan, var þú veist, Good Economics in Bad Times, sem skrifuð af hagfræðingahjónum sem unnu Nóbelinn fyrir ekki löngu síðan. Og þau eru einmitt að tala sko hvernig mikið af hagfræði og svona úrræðu sem hafa verið notað í vanþróðum löndum til þess að bæta hag þeirra getum við líka notað í þróum löndum. Það að segja það ákveðin tendens að halda að samfélög sem komin svo rosalega langt hafa ekkert að læra af vanþróðum samfélögum. Og þau eru líka fyrst og fremst að leggja kannski áherslu á það sem ég var að ræða í byrjun sko, þú veist, hvað gott fyrir samfélagið og hagkerfið, að það mikill tendens að horfa hvað hagvaxtarhvetjandi og alltaf verið að reyna að leita eitthvað leiðins að segja, við erum búin að rannsaka, ef þú setur þennan skatt á þá hefur það slæm áhrif á fjárfestingu og letur hagvöxt. Þegar staðreyndin svo að sko, ef það farið í gegnum flestar af þessum rannsóknum, þá eiginlega engir þættir sem að geta sagt nákvæmlega hvað hefur jákvæð áhrif á hagvöxt. En það alls konar svona litlar rannsóknir sem segja hvernig þú bara bæti samfélaginu og velferð fólks. Og þau eru að reyna að fókusa kannski svona vestrænu þjóðir og augu þeirra af þessum eintóma hagvaxtarfókus og frekar að hugsa svona á grunninn, bara hvernig skapar gott samfélag, þú veist, hvernig tryggir fólki góða vinnu, virkni, andlega heilsu, hvað gerur í samfélagi þar sem að, þú veist, alþjóðleg viðskipti hafa aukist og allt í einu stór hópur af fólki á hvernig sveitafélögi sem kannski missu vinnuna sína vegna þess að framleiðslan flutt úr landi, hvernig styður við þannig fólk og í staðan fyrir að hugsa, það kostar pening að gera þetta, hvað kostar að gera þetta ekki og svona mikró sko aðgerðir hvernig þú rekur hagkerfi sem að vanþróðlöndin eru oft ennþá að eiga við, sko, þannig að þau eru bara að hugsa hvernig fæðum við fólk, skilur, hvernig tryggjum við öryggi, grunn innvið og þess að þar og vilja meina að við sem svona í ríkarlöndin séu svolítið komin á undan okkur, sko. Þú veist, við erum búin að missa sjónar af það sem skiptir máli. Þannig að ég hef lesið og las á sínum tíma mjög margar svona bækur. Svona, hvað ég segja, svona hagfræðimiðar samfélagsbækur sem hafa haft mjög mikil áhrif á mig. En svo hlusta ég líka mjög mikið á podcast efnahagsmál og svona samfélagsmál. Og mér finnst mjög gaman að hlusta á Ezra Klein sem er hjá New York Times sem fær oft svona áhugaverða einstaklinga í þáttin til sín. En ég þurfti bara að taka upp Goodreads-listan minn fyrir þig. Já. Til þess að finna allt sem ég er búin að lesa síðastlega vikur, af því að ég er alveg bara, þegar maður situr og hugsa maður bara, hvað er það sem hafði mest áhrif á mig? Eitthvað barnabók. Já. Getur við látið linkur á Goodreads?
Já. Það getur kannski bara, þess að geta ná núna, bara getur látað að fylgja með podcastið. Við ætlum að gera það. Ég þyrfti að taka saman alveg, þú veist, slatta bóku sem ég hef lesið því tengt. Hérna, það er maður sem heitir Adam Tooze sem er svona frekar frægur sagnfræðingur og kendi mér reyndar þegar ég var í Bandaríkjunum í Yale. Hann skrifaði mjög áhugaverða bók líka fjármálakreppuna síðast sem heit Crushed og hérna er að fjalla bara í raun eftirmála af svona hagstjórnar ákvörðunum eftir síðustu krísu. Ég meina, ég er mjög lituð af bara allir þeirri umfjöllun hvernig var til dæmis tekin ákvörðunum víða heima að eftir að það var svona mikil kreppa hérna, þá var ákveðið að skera niður í grunnþjónustu í velferðarkerfinu víða heim til þess að borga tilbaka einhverja fjárhagslega skuldir sem gerði það verkum að það molnaði undan kerfinu en þess að það var erfiðar að virkja fólk aftur, fólk sem hafði verið atvinnulaust lengi á lágum bótum hafði bara svolítið mist trú og virkni og var erfitt að koma því að stað búið grafundan heilbrigðiskerfinu sem gerði það verkum að fólk var frekar að lenda í örorku, óvirkni og þess aftar og það svona alls konar hlutir sem hafa verið greindir í mjög mörgum bókum og rannsóknum eftir síðustu krísu sem hafa haft rosalega mikil áhrif á minn málflutning. Þú veist, þetta er ekki bara ég að segja að ég vilji að við greiðum ekki niður skuldir og að þeir eigi bara að stækka ríkið endalaust. Þetta er bara lærdómar af síðustu krísu sem við þurfum að læra. Þannig að ég hef verið mjög mótuð af svona lesefni og mjög oft er þetta miklu aðgengilegar en fólk heldur og ég veit að það fullt af fólki sem les svona efnahagsmála bækur sem er ekkert endilega hagfræðimennað og ég held að það sé bara mjög gott vegna þess að hér heima sérstaklega er efnahagsmála umræðan, hún er mjög einhæf það er mjög svona lítill og sértækur hópur af einstaklingur sem fjallar oft það hefur oft svona svolítið fyllt í að hún er svolítið svona hægrisinnuð pólitíkin á bakvið efnahagsmálin þegar það sem er áhugavert þegar ég var til dæmis í námi í Bandaríkjunum þó fólk upplýði kannski ekki vinstri hægri pólitík þá var það eitthvað sem ég áttaði mig á því ég kom tilbaka til Íslands að þetta var frekar svona vinstra með miðju sína efnahagsmálin þannig að ég bara hvet alla til þess að kynna sér svona bækur og við getum endilega hent inn á podcasti einhverjum lista þegar ég er svona aðeins búin að gíra mig upp í haustinu. Er það ekki? Jú. Þegar þú er búin að ljúka þessum kostingum af kannski og tekur við tíma á. Já, þeir eru nefnilega svolítið að ná mér á síðustu drópunum Það voru bara nokkri dagar til kosninga, þetta er búið að vera ansið þung keisla Algjörlega, við reddum þessu fyrir að síðar. Hvað helstu einu sinna að væri satt sem úr öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú þurft að aflæra? Já, fullt af hlutum. Vá, rosalega margir hlutir. Ég hélt til dæmis þegar ég var alveg upp að skipta ekki mála hvaða kyni ég væri. Ég álst upp á þannig heimili. Pabbi minn var miklu meira heima en mamma mín. Mamma mín er læknir og vann bara miklu meira. Það var bara tekin svona praktísk ákvörðun að þegar það þurfti að gera hluti og þurfti að sinna okkur að þá var það pabbi sem tók það á sig. Og hann vann hlutastarf á tímabilið því ég var yngri og svona greiddi mér og fléttaði mig og eldaði og fór eitthvað svona matreiðslunámskeið til að sinna okkur og þó hann hafði svona eftir að hafa sagt að hann hafði aldrei sérstaklega fundið sig í því hlutverki þá gerðan það. Og ég upplifði aldrei sem barn eða úlingur að það myndi einhvern tímann halda aftur af mér að ég væri kona. Af því að þannig var bara kynjaskiptingin á mínu heimili og mamma var bara svona mikil dugna forku, pabbi auðvitað líka en bara svona sýndi aðra hliðið að sér á ákveðnum aldri og ég man eftir því að þú veist ég var úlingur og meira sem því ég var svona 18-19 ára að hugsa þú veist höfuðið er bara ekki svo gott við konur, ég meina þú veist þarmar eitthvað að vera feminist í dag og ég hugsa mjög oft þetta vegna þess að ég man eftir í fyrsta skiptið þú veist þegar ég svona lenti í því að það var svona gengið á mig vegna kyns þá bara algjörlega ég var svo sjokkaruð vegna þess að bæði var búin að segja manni þú veist þessu sögu skiptir engu máli hvort þú veist kallega kona og pabbi og mamma rosa dugleg við það og svo var ég alltaf svona frekar ákveðin típa hélt einhvern veginn að aldrei myndi neitt ganga yfir mig
og svo hérna því ég er svona 23 ára og ég byrjað minni fyrstu vinnu, þá lendi ég mitt í því að þú veist, það er gengið á mig svona persónulega, líkanlega í einu svona vinnupartí og ég man hvað ég var svo miður minn yfir því að að hafa verið brugðið. Ég einhvern veginn hélt að ef ég myndi einhvern tíma lenda í þessu, ekki, að ég myndi bara trompast, lemja viðkomandi, bara fríka út, að ég væri svo ótrúlega, þú veist, svona ákveðin típa og ég man eftir að ég bara stirðnaði, að því mig krossbrá, að því ég hélt aldrei að myndi einhvern ganga inn á svona mitt prívat svið. Og þetta verið alltaf setið í mér, þessi upplifun, að því að það voru líka kallmennarna í kring sem hefur vitnað á þessu vinnufélagi mínar sem að hlógu bara og gerðu grín að þessu. Og það var í fyrsta skipti sem ég áttaði mig á bara, fokk, þú veist, hlutinir eru ekki í lagi. Af því ég upplegaði mig, þú veist, ég er svo sterk pía, þú veist, ég læt aldrei neitt ganga yfir mig, ég veit alveg hvað ég gera og ég kann mér mörk og eitthvað. Og þetta eina atvik, þó þetta sé ekki eina sem ég lendi í, eins og svo sem bara fjölmargar konur, að hafa þetta rosalega mikil áhrif á mig. Og bara viðbröðin í samfélagin, eða svona í þú veist, umhverfinu sem ég var í. Og síðan, þú veist, man ég eftir því ég fór út í doktorsnám í hagfræði og skipti svo yfir og fór í svona meira, hvað ég segja, svona stjórnmálfræði og hagstjórn. Og þegar ég og maðurinn minn fyrir fyrst út til Bandaríkjanna, þá fer hann í MBA-nám, svona viðskiptafræðinám og fær mér fljótlega vinnu í stórum banka og ég man alltaf eftir því í doktorsnáminu og sögðu kennararnir við mig já, þú þarft nú kannski ekkert að hafa svo mikið fyrir svona maðurinn en nú komið með vinnu. Og þetta var einmitt bara eitthvað svona sem var algjörlega útlenskt fyrir mér, að vera í umhverfi þar sem einhver héldi að ég var einhver staðar, þú veist, bara því að á þeim tímapunkti hafi maðurinn minn ekki verið með vinnu og svo leið og það var komið þá var ég ekki með neitt metnað í starfi. Þannig að viðhorf mitt, þú veist, til svona kynjasamskipta, það gjörbreyttist eftir að ég fór á vinnumarkaðinn. Það er auðvitað rosalega margt breyst bara á 10 árum. Þú veist, það er hlutir sem að fólk og konur og kallar líka að segja frá í dag, að því að mér finnst ég svo ung ennþá, skilur. Og þú veist, ég upplifði það mjög mikið núna í þessari MeToo umræðu að þá svona stundum bara komið með næstu svona skömm yfir því að því að mér fannst ég alltaf vera svona beinskeytt típa að hafa oft ekki sagt frá hlutunum sem ég hafi lent í og þá rann það upp fyrir mér hvað samfélagið hefur breyst mikið, þú veist, bara á 2 árum, hvað þá 5 eða 10, en líka hvað ég hef breyst mikið. Og ég held að partur af þessu, að svona minni hugsjón fyrst hafi verið að, þú veist, þú viltu þetta bara að sé í lagi. Skil, það vill enginn horfast í augu við þetta sé í lagi og þetta er líka náttúrulega það sem er verið að reyna að taka líka til umræðu, þú veist, meðal karlmanna, bara að þora að tala þetta. Af því fólki finnst þetta vandræðilegt. Mér fannst þetta rosalega svona mér fannst þetta svo ég upplifði mig svo veika skilji, því ég lenti í þessu og ég lenti þetta var orðað líka, ég lenti í áreitni sem var svolítið verið að orða mína velgengni í vinnunni við kynferði og alls konar svona hluti og ég man eftir því hvað mér fannst ég svo mikill aumingi, þú veist, af því að ég tók þetta svo mikið inn á mig og þá rann það upp fyrir mér hvað svona andlegt ofbeldi og líklegt ofbeldi getur haft ofbáslega mikil áhrif á fólk til lengri tíma. Því ég hef ekki lent í svæsnum tilvikum, en ég var með mjög sterkt sjálfstraust og mjög svona sterk á mínu og þetta var mjög fljótt að brjóta mig niður. Og þess vegna finnst mér svo rosalega mikilvæg þessi umræða sem hefur skapast núna á undanförnum mánuðum og ég vona svo mikið að verða ekki bara einhver umræða sem degi svo samskipti kynjana vegna þess að þetta er líka bara stórkostlegt mál bara fyrir virkni ungra kvenna í samfélaginu að þær hafi sjálfstraust þess að sækja fram vegna þess að ef þú lendir í ákveðnum hlutum hvað það ert ekki með mikið sjálfstraust fyrir þá getur þetta bara orð til þess að þú heldur þetta hlés framan af þannig að þetta ég hef algjörlega breyst í þessu. Svo eru alls konar fleiri hlutir. Alls konar fleiri hlutir. Já.
ég meni ég til dæmis borða eða lítið sem ekkert að dýraafurðum í dag áður þá var ég svona típa sem að þú veist, við alltaf bara það er svo fárlegt að fólk var að pæla í mataræðinu sínu þegar ég var yngri ætti bara að fá sér burger og bjór og vera í stemningunni skilur svo núna er ég óþólandi ég drekka eiginlega ekki neitt ég bara nenni því ekki ég drekka eiginlega bara óáfengan bjór mér finnst bjór endur æðislega góður þannig ég drekk mjög mikið óáfengan bjór og ég borða eiginlega mjög lítið af dýraafurðum sko og fyrst var það bara út af svona heilsufarssjónarmiði ég var mikið í kringu grænmetisætur þegar ég bjó í Bandaríkjunum og leið bara miklu betur að henni mat en svo líka skilur fer það að hafa áhrif á mann að herðu, ok, þetta er kannski líka bara góð leið til þess að þú veist, hugsa umhverfi og þess að þar þannig ég er orðið miklu meira svona PC í til dæmis svona lifnarháttum en ég var sko þannig að fólk getur nú breyst Það er, já, ég vona að maður verði alltaf eitthvað að læra eitthvað, aflæra eitthvað og ég las bók sem þið Think Again eftir Adam Grant, ég nú nefndi hann áður inn í podcastinu og hann hvetur fólk sko til sem er vinnusálfræðingur hvetur fólk til að taka hálfsálsfresti og endurhugsa bara venjunar sínar, viðhorf sín, gildi sín samböndi sín og skoða aðeins því að það er svo kannski auðvelt að festast á einhverju einu sjónarmiði eða einni skoðun eða einhver einni venju eða þannig að, já. Ég held að það sé mjög gott. Ég held að það sé mjög hollt fyrir alla. Tala nú ekki þú veist, í starfinu sem að ég hef verið í og að fara í. Þú veist, auðvitað hefur ákveðin gildi. Þú veist, það ákveðin hlutir sem þú getur ekki hrist af þér, sko. En ég held að það sé rosalega gott að skipta skoðun. Sérstaklega ef að upplýsingar berast, skilur, sem að breyta afstöðinni. En auðvitað er það mjög oft þannig að fólk þarf að upplifa hlutina á einn skinni. Þetta er svona oft eins og foreldrar mann segja við mann, skilur, þú veist, ég get ekki haft vit fyrir þér og þetta er svo rétt. Ég hef líka upplifað þetta líka svona þú veist, í karriérnum mínum, í ferlinu mínu. Þú veist, ég var alltaf rosalega metnaðarfull. Ég er ekki að segja sem lausum metna í dag, ég er auðvitað í svona nett geggjun þessa dagana, sko. En ég var samt, sko, bæði ég og eiginmaðurinn minn, við vorum mjög svona fókusuð á að vera ákveðnu trakki. Þú veist, ég var alltaf mjög góð námsmaður og var rosalega samviskusöm. Oft bara svona, þú veist, oft þannig að það bitnaði á mér, sko. Og var mjög hörðið sjálf á mig. Og ég fór fyrst út í nám þá ætlaði, eins og ég sagði áðan, þá ætlaði ég að fara í doktorsnám í hagfræði og í hausnum á mér var það, þú veist, ef ég ætlaði að toppa þá yrði ég nú að vera með toppgráðuna, sko, skilur. Svo áttaði maður að þetta var bara hundleðilegt, var ekkert gaman að gera þetta, ég fann mig ekkert í þessu, ég var miklu betri í svona praktískum nálgunum en endilega í svona, algjörum smáatriðum í fræðinum. Og svo fór ég á svona trakkan í fjárfestingabanka það sem ég hafði mikið fyrir að byrja að vinna mig upp og þú byrjar einhvern veginn haustnum að búa til eitthvað svona ok, þú veist, velgengnin byggir á því hvort þú komist inn í þennan skóla og fáið svo þetta viðtal og CV-ið mitt er rosa þannig þó að það hafi verið mjög tilviljanakennt í raun ég ætlaði aldrei að fara ég fór til dæmis í Yale-háskóla og ég myndi þetta aldrei í hug því ég var úlingur, ég myndi fara þangað skilja var enginn í fjölskyldunum minni verið í námi í Bandaríkjunum sko en ég var rosalega upptekin á þessu tímabili einhvern veginn, svona bara appearances og bara hvar maður hefði verið og svo ferða á þessu staði og átt alveg ótrúlega reynslur en það er líka svo gott að fara því að mér fannst ég þroskaðist rosalega á því að fara og vera innan hópa fólki átt af mig á því að þetta er bara fólk, sko. Skilji. Og það er bara klárt og gott og velgefið og áhugavert fólk á mjög mörgum stöðum og ekkert endilega allstaðar það sem er eitthvað svona brand name á öllu. Og það er líka rosalega hollt, skilji, að hafa unni, þú veist, á 38. hæð á Times Square og vita það að, þú veist, yfirmaðurinn hann er líka bara eitthvað manneskja, skilur og hann gerir líka mistök og hann er ekkert eins og endilega það klár, skilur veistu hvað ég meina, á þess að gera lítið úr afrekum fólks og af því að ég fór svolítið bratt af stað, þú veist, ég er svona
ég fór mjög snemma á svona high achieving staði, þá líka held ég við orðið svona svolítið miðaldra snemma varðandi afrek, skilju. Ég farin að endurhugsa mjög mikið svona bara mína afstöðu til lífsins og það til dæmis þessi ákvörðun fyrir mig núna fyrir pólitík og partur af því, ómeðvituð, sko, í raun, ég var kannski ekki alveg að hugsa þetta svona, en þú veist, það voru svo margir sem sagði mig, guð minn góður, það hætta bara að vinna í voða fínni stöðu í einhverjum banka og hefur það mjög fínt og alls konar fjárhagsleg tækifæri, svo lappar bara út og ætlar að reyna að komast á þing og ég einhvern veginn upplifði þetta bara ekki þannig. Ég hugsaði bara, þú veist, hvað er það versta sem getur komið fyrir mig, skilur? Ég komin í algjöra forréttindi stöðu í þeim skilningi að ég fæ alltaf vinnu einhvers staðar og mér finnst ég ekkert þurfa að vera eitthvað rík eða eitthvað brjálæðislega mikið pening, skilur, ég veit bara heppin að maður minn í góðri vinnu og allt það, en þetta er líka bara svona afstöðbreyting, held ég, sem kemur með tíma. Svo eignast maður börn, þú veist, ég á eina stelpu og mér langar bara að vera með henni og svona. Þannig að ég held að það er svona margir sem að komist á þennan stað, sko. Og þú getur fundið rosalega mikla innri ró þegar þú áttar á því, herðu, ég get bara reynt að gera sem að mig langar til þess að gera. Þú veist, ég þarf ekki alltaf að vera í eitthvað svona virtue signaling þú veist, á hvaða trakki eða hversu, þú veist, á fínum stöðum að vinna á. Bara gera eitthvað sem skiptir mig máli. Þannig að það er líka hugfarsbreyting. Ég kemur með auknum þroska snemma á lífsliðinni einhvern veginn. Já, ég held líka bara fólk, þú veist, þú lendir í alls konar hlutum og áttar þig bara hvað skiptir máli, sko. Og ég menn það var ein af ástæðanum fyrir við fluttum heim á sín tíma 2017 er að við fórum bara að hugsa, herðu, við erum búin að vera í Bandaríkjunum í langan tíma og svo endur við í London. Mikið af fólkinu í kringum okkur var 2001, það var ekki með fjölskyldu, það var ekki með nána vini með sér. Við auðvitað kynntust fullt af fólki í nám og vinnu og svo leiðis, en við vorum náttúrulega bara að vinna rosalega mikið, alveg ofboðslega mikið. Og þetta virkar mjög svona fancy að vera að vinna í eitthvað svona fjárfestingabanka á Wall Street og eitthvað. Þetta er fyrst og fremst bara rosalega vinna og þú hefur ekkert mikið tíma fyrir neitt annað en bara sinna vinnunni og ég er bara ánað við uppgötum það nóg að snemma, skilur, að við vorum ekki búin að þú veist, það voru ekki ofmörg þú veist, 50 og 60 afmæli sem við sleftum eða, þú veist, við fórnum ekki börnunum okkar fyrir það og við eignumst ekki barn fyrir við fluttum heim, verðan þess að maður sér það bara, foreldrar manns er eldast, fólki í kringum mann, alls konar hluti komu og þá bara getur verið mjög gott að vera forgangsröðan að hreinu. Algjörlega, sammála því. Sem kemur til það, hver er helsti vendipunktur sem þú eru upplegað á lífinu til þessa? Ég held ég verið að segja því ég eignast stelpuna mína. Ég held aldrei að ég yrði svona mikið mömmu típa, sko. Nei. Ég var ekki mikið barnakona. Er yngst í minni fjölskyldu, sko. Og var ekkert mikið að passa og svona og ég var bara einhvern veginn ekkert að pæla í þessu og meira sér því ég var ólétt þá var ég svo eitthvað óáhugasöm, þú veist, ég var auðvitað spennt og allt það en ég var ekki svona eitthvað, mér langaði ekkert að vera nættur svo mikið að tala þetta, ég var svona típa sem upplýði að, þú veist, ég var nú það bara ég þó ég var með einhverja kúlu og var alltaf eitthvað að pota í bumbun á mér og svo bara eignaðist ég dóttur mína og ég get alveg sagt að sko að það sem að mér hafi verið sagt áður að það myndi allt breytast og eignast börn. Ég var alltaf bara en maður verður nú samt áfram. Þú veist, auðvitað er ég ennþá sammanski sem ég er. En þetta er klárlega það besta sem ég hef gert. Þetta er það besta sem ég hef gert. Þetta hefur líka breytt talandi um það sem varum segja áðan forgangsröðum og hvernig þú sér hlutina sko. Það er bara eitthvað við það að sjá manneskju vera til og mótast af þér, þú veist, sem að hefur alveg rosalega áhrif á þig. Þannig að ég myndi segja að, þú veist, dóttir mín, svo náttúrulega er ég bara ofbúslega vel gift, sko, og ég er ótrúlega þakklátt fyrir, ég er búin að vera gift á næsta ári verið búin að vera gift í 10 ár. Ég gifti mig rosalega ung. Wow. Ég var 24 ára. Þá var ég búin að vera með manninu minni með 3 ár. Og hann er, þú veist, ekki spurning að besta sem hefur komið fyrir mig. Hann er besti vinur minn
og hann bara, þú veist, ég veit að maður má kannski ekki segja þetta opinberlega því maður alltaf að segjast vera að gera allt sjálfur, sko, en ég menna, þú veist, ég væri ekki það sem ég í dag ef hann væri ekki til staðar. Hann hefur sýnt mér alveg rosalega stuðning og hann svona bæði hann eldklár og mjög gaman að tala við hann, svona bara til þess að skiptast á hugmyndum, en hann líka bara svona no bullshit típa, skilur, ef ég fer eitthvað að, þú veist, að verða eitthvað lítið límir út af einhverju sem einhver sagði, þá var hann mjög fljótur að leiðrétta mig og rífa mig upp og svona. Þannig að ég held að þessar viðbætur við mitt líf hafi klárlega verið svona bestu vendipunktar í mínu lífi. Bönninn og maðurinn, barnið og maðurinn. Hver uppáhalds tilraunin þín og af hverju? Tilraunin? Tilvitnun. Tilvitnun? Ég ekki með neitt skrifa bak við eyrað. Verður maður ekki að segja bara svona eitthvað, þú veist, eitthvað svona motto sem maður lifir eftir, þú veist það ekki nema að þú reynir það, you never know if you don't try, sko. Ég hef verið svolítið þannig típa í gegnum árin, sko. Ég hef oft bara svona stokkið á hlutina, sko, þó ég hef verið alveg fókusið á svona ákveðið markmið á ef fólk hefði lengri tíma til að tala við mig og allt sem ég hef tekið fyrir hendur með alls sem ég að gera núna, þá einkennir það mjög svona mitt líf, sko. Að ég og kannski bara segja aldrei nei, sko. Að hljóma hræðilega í raunin að segja, því að auðvitað augljóslega er það ekki satt, sko. En ég hef komist ansi langt að því að bara segja já við hlutunum og finna út úr því eftir á. Og ég held að það hefur ofta einkennt til dæmis fólk svona í minni atvinnugrein eða svona mínu svið þar sem að þú ert stundum beðin að koma fram og svona, eins og því ég var bara að vinna sem hagfræðingur þess að þá var maður ofta að setja fyrir sér á maður að koma og taka þetta viðtal og koma sér á framfæri, því ég er nefnilega ótrúlegt en satt. Það er ég rosalegt introvert. Ég er svona social introvert, ég er mjög prívat manneskja og áður en ég fór í framboð þá var ég varla á samfélagsmiðlum. Þannig að getur rétt ímyndaði hvernig þetta er búið að vera núna fyrir mig. Ég er nefnilega mjög svona prívat með mitt og ég vil bara, þú veist, ég gegna ákveðnu hlutverki í vinnunni og núna í pólitík og þetta vil ég sýna minn innri mann, en ég vil ekki að fólk kjósi mig af því að ég er móðir og það er fallegt í eldhúsinu hjá mér, skilju. Vil að fólk kjósi mig af því að, þú veist, hafi trú á því að ég geti unnið vinnuna, skilji. Og ég hef alltaf verið svona mjög skýra á því að draga þau mörk, en þegar kemur að því að svona svolítið bara kýla hlutina, mæta, prófa, feila, þá hef ég gegnum tíðina svolítið tilenga með það að bara segja já, og oftast hef ég bara lifað eftir svona þeirri sína, ef einhver er að biðja mig að gera, þá er ég örugglega alveg hæf í það. Skilju, annars hef ég örugglega ekkert verið beðin það. Auðvitað þarf maður að kunna sín mörk og allt það, en ég tengi svo grjóthart við þetta, sko. Það er að bara stökka á tækifærinu og sjá, sko, ekki hafa trú að maður sé allt á hreinu eitthvað svona, en hafa þá trú að hvað sem mun mæta manni þegar maður tekur ákvörðuna, maður mun ná að fást við það. Já, finna bara úti. Þannig að, fólk eignast börn og fara engan manúal. Ég man þegar við tölum því ég og maðurinn minn kom með stelpunum minn heim fyrsta skipti og við heldum bráinu og vorum bara hvað við gerum núna? Þetta er barn, þetta er bara manneskja og þú bara finnur út úr því. Skilur, fólk gerir ótrúlega hluti á þess að fá leiðbeiningar. Ég er ekki að segja að þú er að gera bara allt, guð góður, en þú veist, þetta getur samt, þegar þú byrjar að tilenga þér svona hugsunarhátt, í staðinn fyrir að hugsa af hverju ættir ekki að gera það, af hverju ættir að gera það, þá verður, þú veist, þá verður miklu tamar að segja bara já, en þess að þú áttar þig á því að þetta er oftast ekki svona mikið mál. Það er líka svona partur þess að held ég bara að taka sjálf sig ekki of alvarlega, skilur, so what, þú veist, ferði í eitthvað, feilar, ertu eitthvað asnalegur í eitthvað viðtali, skilur, þú veist, þú ert ekki svona heilar, það eru ekki allir að pæla svona rosalega mikið í þér. Nei. Það er rosalega tendist líka þegar fólk sé, hann er svo upptekið að því, þú veist, hvað minn fólki fyrir, það er enginn að pæla þér, elskan. Þú veist, það er bara allir heima í sínu bastli að gera sitt stöf, skilur.
Þannig að þú kemst rosalega langt á því að hætta að pæla í hvað fólki finnst og guð minn góður hvað það góður eiginleiki þó ég ætla ekki að segja ég alveg mannleg sko, ég tek alveg hlut inn á mig, ég það klárt mál, ég bara eins og ég sagði náðan, ég mjög tilfinninganæm en það getur samt verið gott að vera búin að temja sér svona viðþorf, til dæmis þú ferði í svona hlutverk sem ég í núna að því fólk hefur nú alls konar skoðanir á manni og að láta alls konar hluti festast og viðþorf og þess aftar og ef þú ætlar að reyna að stýra skoðunum allir á þér þá verður þú galinn sko Já þá sko komin að ég man ekki Arnar Þóreyndar sem var í framboði held ég hann kom að segja áhugaverðu sögu með hvað var það? Það var eitthvað biblíun held ég það var held ég svona eitthvað strákur frá Nasaret eða eitthvað, það voru þeir eitthvað einn var á fíl og pappans var með strákin fyrst ón á fílnum eða eitthvað, þá var hann gagnrýndur fyrir það bara hvað það hafa hann ón á fílnum þannig að hann tók hann af, asna hann tók hann af astanum og af hverju ertu ekki að láta eitthvað sitja á astanum og svo það er hvað sem þeir gerðu að það var alltaf gagnrýnt þannig að það bara þannig það bara þannig og sérstaklega úr annir manneskir sem aðeins fleiri þekkja til hvað þessi að gera það alltaf einhver skilju og þá maður bara hugsa okkur hvað skiptir mig máli þú veist álit hverra skiptir mig máli þú veist þá maður bara að vera með hópa fólki sem að treystir þú veist það auðvitað ekki gott að vera í ykkur svona brjálum jáhóp þar sem enginn segir neitt það ekki gott en þú veist ég með hópa fólki í kringum mig sem að þú veist, getur gagnrýnt mig af því ég veit að kemur frá góðum stað skilur ég og það getur verið rosalega hollt að vera með svoleiðis sambönd sko, en það líka sama fólki sem að rífum upp skilur, sendi mig skilaboð ef ég ger eitthvað, þú veist, frábært eða eitthvað góð viðtali eða eitthvað svona þú veist, og það getur haft rosalega áhrif á mann og þú myndir ekki trúa því hvað ég glöð alltaf yfir því að nú fæ ég svolítið svona skilaboðum frá alls konar fólki þegar ég framboði ég alltaf jafn ánægð þegar einhver ókunnur sendur mér einhver næs skilaboð skiptir engum máli hver það bara einhver út í bæ þú veist, þetta þú veist, þú þarft svo lítið til þannig að þetta bara svona svolítið jákvæð sálfræði kýla á hlutina þú veist, upp að því marki sem eru bara svona skynsamlegir, skilur en þú veist, hlutirnir oftast bara bjargast, sko Algjörlega sammála því. Hvaða nýja trúvenjaði hegðun hefur bætt lífið hvað mest undanfarin ár? Að passa upp á svefninn minn. Ég svona opererar í dag undir því að það algjört forgangsmál hjá mér. Það eiginlega svona, maður langar að segja barn, svefn, svo allt annað, skilur. Svona eiginlega bara verða þess að hún ræður svolítið heima hjá mér. En ég passa mjög mikið upp á svefnina á mér. Það þýðir ekki að ég sé alltaf rosalega góð að sofa. Ég með mjög virkan haus og stundum erfitt með að ná mig niður, en ég mjög meðvituð það. Þannig að ég reyn eftir bestu getu að vera ekki að vinna til dæmis seint á kvöldin. Ég miklu meiri A-típa en B-típa. Þú veist, ég bara sofna ekki ef ég vinn seint á kvöldin. Og ég hef líka tamið mér sem ég hef reyndar brotið ítrekka síðan 3 vikur í þessari kosningabartu að vera ekki að skoða síman minn eftir 9 á kvöldin. Ég hef oftast bara geymt hann inn í eldhúsi og ég bara kíki ekkert á hann. Verna þess að þú veist, það eitthvað sem fýrast upp í manni sem að maður getur kannski ekki einu sinni átt við fyrir en daginn eftir og þá það eitthvað komin í hausinn á manni. Þannig að tímapunktin sem ég áttaði mig á því að það væri ekki cool að sofa oflítið heldur að væri bara rosalega smart að fara snemma að sofa. Það var mikil breyting á mínu lífi. Maður næruði ekkert alltaf svo eins mikið að maður vill, en ég seti oftast í forgang og ég fer mjög oft bara mjög snemma að sofa. Ég fer bara stundum bara 9:30 að sofa. Ég vil miklu frekar fara fyrir að sofa og vakna þá bara fyrir 6 eða eitthvað, en að vera eitthvað bröltast frameftir. Ekki það ég hef einhvern tíma verið þannig, en ég var stundum svona eitthvað að reyna að nýta alltaf síðustu orkuna í lókdags og áttaði mig bara á því að þú eitthvað sem tók mig 3 tíma var kannski að fara að taka mig hálftíma á morgunin eftir, sko. Þetta svo tónlist í mínum eyrum, sko. Það bara, mér veist svo, bara taka 1-2 klukkutíma hana á kvöldin sem þú ert
fer oft í þætti eða eitthvað svolítið, ekki það að sé eitthvað að því að horfa á þætti, Nei. en þú ert að bæta þig við bara með því að vakna stemma, þú ert að bæta við bara klukkutíma fyrst með í sólarhringinn, sko. Það frábært að vakna snemma. Geðveikt. Ég elska að vakna snemma og ég myndi segja, þú veist, ég náttúrulega svolítið svona þrýst í það því ég er með 2 ára stelpu, sko, en mér finnst það samt svo frábært, þú komin hátíð sérstaklega helgar. Vakna snemma helgar. Það geggja að vakna snemma helgar. Bara snemma að sofa á föstudögum og laugardögum og vakna snemma. Og svo hefur allan morgurinn, getur fengið eitt kaffibolla og bara lesið og svona. Ég hljóma ótrúlega óáhugaverð manneskja, en þetta er rosa mikið líf mitt, sko. Ég meina, ég er, sko, ég segi bara, ég er 29 ára, ég ætla að segja 28 ára, tíminn yfir, en ég tengi grjótart við þetta, sko. Þannig að, þú veist, þetta er eitthvað sem ég í rauninni, ég bara dýrka og líka með eins og með að vilja ekki garfast einhverjum upplýsingum á kvöldin, sko. Oft segi Hildi, sko, kærustu mína, ekki spurja mig hvað er að fara að gera á morgun, þá byrja ég að hugsa morgundaginn og þá fyrir hausinn á miljón, bara ég þarf að gera þetta, ég er búin að plana þetta. Þannig að ég tengi mjög ekki við þetta, sko. Þannig að ég, svo sem er líka gömul sál, myndi ég segja, mjög fljótt þroskaðist einhvern veginn, ég er samt á ekki bad, sko, en ímyndað að það var ekki hægt að dæma þig. Nú gæti þess að freytið skoðan sem gæti verið túlið sem óvinnsal öðrum. Hver væri svo óvinnsal skoðun? Sko, ég er reyndar ekkert rosalega dómhörð típa, þó ég hafi alls konar, ég hef mjög sterkar skoðanir á hlutunum, en það þýðir ekki að, sko, mér finnst að aðrir þurfa að hafa hvað það er. Ég til dæmis, sko, ég hef lengi haldið á lofti hvað ég er hrifin af country tónlist og fólki fannst það svo hræðilega hallærislegt á sínum tíma, af því að það var alltaf sagt ég fíla allt nema country og ég segi, allt nema country? Hvað rugl er þetta? Þú veist ekkert hvað þú ert að tala um. Og svo er þetta komið svona, svo svolítið endur koma núna, sko. Nú er ég að koma alveg hræðilega upp um mig. En sko, kannski það sem ég myndi segja er að ef ég ætla að vera svona Debbie Downer, svolítið leðilega, að ég talandi um svefn, ég er rosalega viðkvæm við hávaða og hljóði og við erum enda búum á öðrum stað í dag þar sem við erum ekki með nágrann alveg onni okkur, en ég var svona típa sem hefði viljað banna partí í blokkum, sko. Þú veist, ég var svona pirrandi típan sem var verið að spila tónlist eftir 10:00 á kvöldin, þú veist, ég skal bara viðkenna það að ég hef sendt manninn minn niður til þess að kvarta þegar það var, þú veist, tónlist það var ekki komið miðnætti af því að ég er svo mikið svona, þú veist, ég er bara að fara að sofa og hafa hljóð og af því ég er með svolítið svona virkan haus þá vil ég bara hafa alveg hljóð í kringum, ég sé best í sveitinni þannig að, þú veist, ég er svolítið heitir á húspartí sem er ekkit rosalega það er kannski vinsæl skoðun, þú veist, ég veit það ekki á minn aldur, ég veit það ekki, en ég er ekki cool hvað það varðar og ég man eftir að þessu hefur oft verið haldið í gegnum mér, hvað ég er ótrúlega hallarstæð, hvað þetta er og þetta skipti sem ég sendi mannin minn niður á náttbuksunum til þess að banka upp á hjá úlingsstelpunum fyrir neðan okkur einhvern tímann ég hitti vera. Þannig að ég ætla bara, þetta var það fyrsta sem ég datt í hug. Já, hann er country tónlist. Hefur hlustað á Zac Brown Band frá Ástralíu eða eitthvað? Ég kannast við þetta. Hann er rosalegur, sko. Já. Hann er eiginlega góður. Ástralir er með mjög gott country. Já. Ég datt í hann á sín tíma, einhvern mjög gott, sko. Já. Svona viss stemning í þessu. Country tónlist er hún er svona einföld líka oft, sko. Það er enda fyrir eftir tegundum, en fyrir oft bara að syngja um svona einfalda hluti og fjölskylduna sem skiptir máli. Ég datt svolítið inn í þetta því ég var í Bandaríkjunum. Það var skemmtilegast að ég gert þegar við fórum til Nashville, Tennessee þegar við vorum í Bandaríkjunum. Ég hef aldrei haft jafn gaman og þegar við fórum eitthvað. Af því að þar er þannig, sko, í Nashville, það fara allir til Nashville til þess að verða frægir countrysöngvarar og þá er svo rosalega mikið af fólki sem er bara að vinna á börunum og svona, sem er bara svona exceptional söngvarar og tónlistamenn, af því það er allir að reyna að fá samning. Þannig að þú getur bara farið hvert sem er og það er allt bara eins og að vera í American Idol eða eitthvað, þú veist, það er svakalega mikið af flottu fólki að það. Þannig ég mæli með því. Já, kíkja það. Herru, síðast spurningin. Já. Ef þú mættir einungis koma einu skilaboði á framfæri út lífið til annar einslíka, hver væri svo skilaboð? Ekki vera fyrstur fyrir aðstæðamannara. Ég lifi rosalega mikið undir því mottói að, þú veist, ekki loka sig af
og vera bara fyrstur fyrir aðstæðum annar að sko það bara alls konar ástæði fyrir að fólk það sem það og þó sko ég svona típist manneskja sem fólk sumir halda að maður sé einhvern veginn ekki, það rosalega margir sem voru hissa að ég væri í flokki sem væri vinstra með miðju því að ég var svona rosalega dugleg skilur, þegar fórst að hugsa svona meritokrasíu og harka sig áfram og svona eigin metnaður og einstaklingshyggja en ég hef einhvern veginn aldrei upplifað þetta þannig, þú veist, það var eitthvað annað sem dreif mig, ég vildi bara gera vel en ég hef alltaf verið meðvituð það hvað ég hef verið heppin ekki af því að ég álst upp á eitthvað rosalega auðu heimili eitthvað svo leiðis, foreldrar mínu bara frekar hefbundi fólk en ég átti bara mjög mikið félagslegan stuðning og sérstaklega í seinni tíð maður átti að segja á því bara hvað maður hefur verið heppin og hvað alls konar þættir hafa mótað mann og gert að verkum maður hefur getað tekið allt skrefin sem maður hefur tekið og ég held að mómenti sko sem fólk byrjar að geta ekki haft samkennd með öðrum geta ekki skilið af hverju einhver, þú veist, komst ekki áfram í lífinu, þarf aðstoð þó sé ekki nema bara á tímapunkti fólk tali þú veist, leti eða metnaðarleysi eða fólk hafa nú komið sér bara í sínar aðstæði sjálft, sko. Auðvitað þarf fólk að vera hvatt til þess að gera hluti á eigin vegu. En ég hef alltaf, þetta hefur alltaf verið rosalega ríkt í mér. Að reyna að setja sér spor annarra, dæma fólk ekki fyrir hvaðan það að koma, það þýðir ekki ég sé sammála öllum skilur, en að reyna að setja sér spor annarra og átta sig á því hvað það hefur mikil áhrif á okkar samfélag og lífskjör að við erum að miklu leyti til, þó að ekki nógu leyti, ekki eins mikið og ég hef viljað og þessin ég til að mynda í framboði, hefum verið náið samfélag og þetta hafði mjög mikil áhrif á mig því ég bjó í Bandaríkjunum. Og ég kom tilbaka miklu meira svona sósíaldemokrati, miklu meira svona á minni pólitísku skoðun eftir ég var, þú veist, það er svona mekka kapitalisma vegna þess að þá var ég svo meðvituð að ég var í rosa fínu skóla, fínni vinnu en mikið af fólkinu sem ég umgengst ef ekki allt, það þekkti engan af annarri stétt, þú veist, það hafði ekki gengið í skóla með fólki sem hafði annan bakgrunn, annan reynslu heim og þó þetta hafi verið mjög vel menntaði krakkar og mjög vel þenkjandi þá, þú veist, þetta er ekki holdt fyrir samfélög skilur en þess að við erum að reka allt velferðarkerfi hérna til dæmis, sem að við, bæði ég og þú erum líka hagnast á, þú veist, skóla og heilbrigðiskerfi og kemur okkur áfram í nám og allt þetta á svona samtryggingu skilur, að við borgum öll inn og svo fáum við út eftir því hvað við þurfum og það hefur ekki bara að gera með dugna heldur bara sumir bara ekki jafn heppnir aðrir, sumir hafi ekki jafn sterkt bakland. Við lifum í samfélagi þess sem að hverra mann þú ert hefur enda áhrif á tækifæriðin og þetta snýst ekki bara mjög tekið heila ræðu akkur til slæm hagstjórn og vont fyrir efnahagslífi, að það er líka bara vont að búa í samfélagi þar sem að þú veist, það er ójöfnuður, það er þrúandi, það þurfa að líða illa yfir einhver, hafa ekki í sig og að vera einhvern veginn upptekinn af því að viðkomandi hafi bara ekki verið nógu duglegur eða eitthvað svo leiðis. Þannig að mér er mikið í mun að fólk sé ekki fyrt fyrir aðstæðum annarra og þetta er eitthvað sem að mun örugglega aldrei fara úr mér sko. Og þetta er einn af ástæðunum fyrir því að ég er að gera sem ég er að gera verna þess að ég fæ hitta mjög fjölbreyttan hópa fólki, miklu fjölbreyttari en í nokkru vinnu sem ég hef verið í áður og þú hittir líka miklu meira áhuga að vera fólki þegar þú ferðans fyrir utan þinn ring skilur, þetta er svo gott fyrir hausinn að þér þú veist, þú tekur smá bara svona sanity check á hvað þér finnst vera sjálfgefið og þetta breytir algjörlega afstöðum hans til bara, þú veist, samneyslunar kerfisins, þú veist, þegar maður heyrir hluti í fréttunum og þess að þar og það er bara þú veist, þetta er bara hollt það getur sett í spor annara Algjörlega Kristján Fórstad takk fyrir að gefa tíma til að spjalla já, og takk fyrir mig bara gangiði vel og bara njóttu þess að klára törnuna síðan, ekki það að sé gaman líka að vera í törnuna en bara gangiði vel og var yndislegt að fá að tala við þig og að spyrja þig ákveðna spurningar æðislegt, kæra þakkir takk fyrir